Varaformaður Sjálfstæðisflokksins segir ríkisstjórnina komna að fótum fram. Formaður Framsóknarflokksins segir vandræði ríkisstjórnarinnar meiri en búist var við og þingmaður hreyfingarinnar segir mikilvægt að ferlið í kringum Icesave verði gagnsætt áfram. Hér verið að fara fram með enga stefnu. Enginn hefur hugmynd hvert á að halda með þessa ríkisstjórn og það virðist vera einsbeittur vilji forystumanna hennar að gera þessar breytingar eingöngu til að koma tilteknum málum í gegn. Tekst það koma þessum málum í gegn? Ég held að ríkisstjórnin hafi nú verið veik fyrir en hún náttúrulega algjörlega komin að fótum fram. Það sjá allir menn. Það var reynt þarna í einhvers konar örvæntingu að fá hreyfinguna til þess að bakka þetta upp. En jafnvel þá gerði menn sér ekki grein fyrir því hversu mikið vandræðamál þetta væri, sem svo koma betur og betur í ljós núna eftir því sem við heyrum lýsingar af þessu og virðast hafa endað með því að það var nokkurs konar uppreisn allavega innan Samfylkingarinnar sem felst þá í því að það verði skipt út forsætisráðherranum núna í vor og mér sýnist stefna í sams konar uppreisn innan Vinstri grænna líka. Ég svona bara skora á núverandi fjármálaráðherra þegar hann tekur við ráðuneyti Árna Páls að halda áfram að hafa ferli í kringum Icesave gagnsætt og í góðri samvinnu við grasrótarhópana. En í raun og veru finnst mér, og það náttúrulega eitthvað sem við höfum lagt mikla áherslu á, uppstokkun í stjórnsýslunni, þannig að þetta svo sem ekkert sem við óttumst eða erum mótfallin að ráðuneytin séu sameinuð. Hvað þá best að gera í þessari stöðu? Ég held að væri best að hafa kosningar sem fyrst. Það allt núna sem bendir til þess að það sé hin skynsamlega leið. Já, eina vitið þetta að rjúfa þing og efna hér til kosninga og stokka spilin upp á nýtt.